Komið nú sæl og blessuð. Hér ég að reyna að finna ykkur orð til að segja og þú náttúrulega ert undirand á því. Þú ert að horfa á mann sem aldrei þagnar. Nú hefur hann ekkert að segja. Það hefur eitthvað gerst. Hérna ekki. Æ! Þetta var vont. Það er eitthvað að þarna uppi. Fyrst að svo þá látum við bara gamminn geisa. Og gammurinn geisar nú oft nokkuð víða. Hann fer bæði út og stundum líka suður. Við viljum nú helst ekki fara suður. Það er ómögulegt að vera fyrir sunnan. Þið vitið það sem búið út á landi. Það er ekki verandi þar. En stundum förum við samt út og líka suður. Hvernig sem við tölum þau mál öll saman að þá fyrir sunnan líka á Íslandi. Og í eina tíð var svo kölluð flámælska uppi. Ég held að hún sé svona afleggjari frá dönsku tímanum hér á Íslandi þegar að dönsk yfirvöld eiginlega vildu að Íslendingar lærðu dönsku. En það tókst nú ekki. Og ekki svo með Grænlendinga vilja þeir ekki, Danirnir, þeir ráða þar, að þeir læri dönsku. En grænlenskan held ég að haldi nú alveg vellið þar, ég veit ekki unga fólkið. Færeyingar lutu sama. Þar var reynt að koma dönskunni bara yfir, að ég held. Má vera að Færeyingar tali líka dönsku, þekki það ekki. En ég veit allavega að færeyskan málið sem talað í Færeyjum. Og mér var sagt að færeyskan það var nú ekki mikið mál að skilja færeysku. En ég var nú í Færeyjum, hef nú komið þangað langt síðan reyndar og ég skildi ekki orð. Það var svolítið merkilegt, svo við tölum að þessum Færeyjar, þegar ég var þar á skipi, við stoppuðum þar eitthvað 10 daga, vorum að mjatla salti upp úr lest, kaupskipi, og maður fór oft, þetta var svona lítill bær, og yfir fjallið að fara þá var maður komin yfir í Þórshöfn, bara stutt, það var alltaf svona gönguleið, og það var svo merkilegt með Færeyingana, þeir eru gesturistið fólk, að maður var ekki búinn að labba nema nokkra metra, þá heyrði maður að bíll, og sá maður að bíll hafði stoppað við hliðina á sér. Og hurð opnast, og manneskjunu boðið far með þessu ókunnuga manni eða konu, og þegar kom í ljós að bæði voru sömu leið, þá var bara eftirleikurinn auðveldur. Það þurfti ekkert að veifa sköngum eða setja upp fingur eða hvernig sem það var. Þetta var bara einhver síður þarna í Færeyjum sem maður vandist mjög fljótt. Og ef maður þurfti að fara eitthvað, þá bara gekk maður á stað og viti menn, örskömmu síðar var stoppaður bíll og þú komin í sætið þitt við hlið ökumanns þangað sem þú varst að fara. Og svo var maður í Þórshöfn kannski einhverju tíma, skoðaði eitthvað þar og fór oft upp í Norræna húsið í Færeyjum og
og þar las maður íslensku dagblöðin, Moggan eða öll blöð held ég bara, sem þá voru gefin út og þá voru öll dagblöð sem einu sinni voru, og við munum nú kannski eftir, en þá gefin út. Nú ekkert nema Moggin og Fréttablaðið gefið út. Öll flokksblöðin voru þar líka. Og að því að við erum sannir Íslendingar, þá finnst okkur nú gaman að fletta í íslenskum blöðum. Eins og frá Norræna húsinu, þá gekk maður nú, þá var nú yfirleitt svona skoðunarferðin í þann daginn lokið og maður bara gerði sama. Maður bara gekk á stað. Og viti menn, rennir ekki bíll sér upp að hliðina að mér og eftir hálfa mínútu satt ég við hlið þessa ökumanns eða hins sem var að fara þá sömu leið og ég inn í þetta litla þorp sem að skipið lá við bryggju við, og ég man ekki hvað þorpið þetta heitir, en þetta var bara eitthvað nokkur 100 manna þorp eða 100 manna þorp, mjög lítið. Það er svo litið mikið af svona stöðum þarna í Færeyjum, en mér líkaði vel að vera þar. En ég skildi ekki orð, þó það sé nú bara eiginlega sama og að vera á Íslandi að vera í Færeyjum, þá skildi ég allavega ekki orð. En ég man eftir því að það kemur þarna miðaldra maður, þá var ég nú svolítið yngri en ég er núna, og hann talar þessa ómenguðu íslensku við mig, alveg hreint bara, ég held að vera Íslendingur. Nei, það er ég Færeyingur. Svo kom það í ljós að hann hafði lengi verið á togurum á Íslandi, og ég vissi vel að því að togaramenn færeyskir voru sendir hingað í kippum þegar að engi vildi vera á togara og allir vildu stunda síldveiðar. Og þá var gripið til þessa ráðs að ráða þessa ágætu sjómenn færeysku, og þeir komu hingað í bunkum einhverjum, og allavega þessi, hann talaði íslensku bara eins og Íslendingur, það var engin munur á. En samt var hann innfæddur hérna Færeyingur. Ég man eftir því einu sinni, þá kom ég þarna, og við vorum að þá taka ís, það var nú reyndar ekki sama tilviki, þetta er líklega nýrra, fyrirgefðu, þetta er ábyggilega, já, ég veit ekki alveg á hvað tíma þetta gæti verið á svipuðum tíma, en allavega er þetta sannlega eitthvað eldra. Og við erum að taka ís, fiskibáti sem var þá, og við förum að ræða saman, og við förum að ræða sjálfstæðisbaráttu Færeyinga. Hann var sem sagt hlynntur því þessi að þeir væru áfram undir Danaveldi, og svo segir hann við mig, að það var nú held ég mistök hjá ykkur Íslendingum að sækja það að verða sjálfstæð. Ég horfði nú bara á mannin og hvað er hann að fara þessi? Ég sagði ekkert meira. Ég var ekki sammála honum þar að það hefði rangt af íslensku mönnum að sækja sjálfstæði. Það held ég hafa nú verið lukkunar farvegu fyrir okkur Íslendinga, hvað sem að Færeyinga gera. Þeir gera bara það sem þeir vilja, og þeir vilja vera áfram það sem þeir eru, þá bara verða þeir það, og hvernig sem það verður. Mér var það raun ekkert það. En svona var þetta nú í Færeyjum, þannig tíma sem ég var þar. Það gekk á stað, og viti menn, það rennur upp að einstaklingnum bíll, og hann tók hann með sér. Þetta var svona notalegur siður. Svona er alveg hægt að gera. Ef að samfélagið er gott, heilbrigt og hollt, þá verður þetta svona. Það eru bara allir menn velkomnir allstaðar. Það var nú bara þannig, þetta fannst mér svolítið gaman. Ég held að þetta hafi nú aldrei verið svoleiðis á Íslandi. Í dag er þetta nú þannig að ef ykkur er með putta upp í loftið, þá er bara gefið í, ekki? Við treystum engum orðið.
Það var nú reyndar ef að menn settu út skanka þá stoppaði nú bíll. Ég man eftir því maður var í sveitinni í gamla daga og ætlaði að fara í Sund og Selfossi og þá bara fór maður niður á veg og svo beið maður þar og svo rétti maður út hendi þegar að ykkur kom þarna agandi. Það var eins og við mannin mælt að hann stoppaði, en ekki nema að maður gæfi þetta merki. Færeyingarnir þurfti ekkert merki, þeir sáu bara manneski á gangi og þeir stoppuðu. Svoleiðis var það nú í þeim dögum, ég veit reyndar ekkert hvernig þetta er hjá þessu ágæta fólki í dag, því að það hefur svo breyst svo margt hjá okkur vegna þess að fólk er orðið svo ofbeldist fullt í dag, það hálfa væri nóg þar og þetta er vandist svona sem við er að eiga og það er eðlilegt. Þetta er því sem að Guðsvitundin minkar, þá eykst allt svona. Þannig að við skulum ekkert vera neitt undarandi á því. Og hvað vil þetta segja trúaðamanninu mér? Jú, Konráð, haltu áfram að boða trú á Jesú Krist. Og ef þú vilt hjálpa mig við það, þá er svo hjálp vel þegin. En við þurfum í sjálfu sér ekkert að starfa saman, bara gerð þú þetta það sem þú ert og við í raun erum að starfa saman. Því ég ætla að halda áfram við boðunarverkið lifandi upprisin Jesú Krist. Og þeir sem eru á þessari leið, að við erum í raun og veru öll að starfa saman. Þessi hér, þessi þar, Guð veit, hann sér alla, hann sér hann konna sinn þarna og hann Hannes sinn þarna og hann Jónu sína þarna og John, eitthvað stað, Lennon, ég veit ekki það, tekið dattur. En hann sem sagt heldur utan allt svona og hvað það, þá verður samfélagi gott. Og hver vill ekki gott samfélag, allavega ég að rétt upp hendi. Hátt og loft, Jesú nafni.